New bedroom, new sheets, new linen. New wardrobe, new crib, I'm grinning. They like Rex, bro, how you feeling? Came out ends, I don't feel like chilling. New recce, tell the DJ spin it. In my bitch so bad, she a villain. Jumps in my... Hendurnar inn, íta hnén út. Við ætlum að hoppa að fyrstu hvítu línunni og við sýndum okkur bara létt jafnfætis. Ekki of mikið. Ok, þetta er bara uppbytun. Dalós mín, hendur á meðan mér. Baltasar, verður með hendur á mjöðum, Baltasar. 2-3 er bara byggjit upp, síðan er hann komin á okkur ról, ákveðið hátt upp og hann ætlar að reyna að viðhalda því alla leið út. Yes, let's go. Já. Aldrei stopp á milli, þarna já. Þetta er fyrsta vikan á sprettum og hoppum. Við ætlum að taka það yfir í 12 vikur, sjá hvernig það fer og við erum alltaf með þessa litla gríslinga með okkur. Þannig að það er gott að hafa þá með og þeir hoppa ekkert mikið en það er alltaf að koma sko. Hann er alltaf búinn að æfa með mér og Eið síðan hann var svona lítill. Núna séu hann, maður sjá, hrikulegur, alltaf að koma. Þegar við lendum þá erum við ekki að hoppa strax aftur upp, við lendum og við gefum aðeins eftir í hnjánum á mjöðmannum og hoppum aftur upp. Þið megi alveg reyna að hoppa svolítið hátt en þeir eru alltaf að gefa eftir í hver skipti. Þannig að Emil sýnir. Let's go. Sprengikraftstóli í rugli. Búið sko. Það er bara best. Maður veit að maður byrjar að gera hoppin og lappirnar alveg búnar en svo eru sprettirnir líka inni sko. Já. En sko krakkar, ég er ekki góður í hoppum, ég er ekki góður í sprettum, ég er ekki góður í liftingum heldur. En ef það er eitt sem ég get gefið ykkur ráð þegar að gera þessar æfingar, sérstaklega þegar það kemur að svona sprengikraftsæfingum með sprettir, hopp, lifta og þannig, það er að vera með það í haustum á ykkur að þið séu að reyna að hoppa. Þið eru að reyna að hoppa hátt, skilurðu. Þið eru ekki að reyna bara að gera eitthvað, bara hvað er ég að gera. Bara að þið reynið, það gerir rosalega mikið mun að þetta sé intent, að þið eru að reyna að hoppa hátt. Það er að ráðast á þetta. Þetta er bara, þú veist, óbæðisfullt. Fattarðu? Þetta er ekki bara hérna, það er allan að reyna. Við munum ekkert ná þessu strax, mun taka mjög langan tíma. En allan að reyna þið. Megar þetta sens, krakkar? Jú. Meira effort. Það núna ætlum við að hoppa aftur, gerum einu svona en alveg svo vorum. Þegar þið lendið þá vil ég kippa fætunum aftur upp og við reyna að ná þessari hringhreyfingu og sum ykkar þið getið þetta ekki. Þegar þið hoppið alltaf og löppin er alltaf stíf og þið náðu ekki kippinu upp aftur. Reynið að, veit ekki, hægja á ykkur, hoppa eins styttra, reynið að gera eitthvað, finna einhver leið til þess að ná að kippa löppinni smá upp. Skiljiði mig? Þó sé ekki nefnum bara að hún liftist örlítið. Þið ætlið að byrja að kippa löppinu upp. Það er alltof margir búin að gera þetta í alltof langa tíma og er ekki byrjaðir að lifta löppinu. Þið náðu ekki löppinu svona háttu, þá ætlið að reyna að koma löppinu aðeins upp, fá þessa hringhreyfingu, ok? Let's go. Þið megið samt alveg hægja smá á okkur. Það er ekki að byrja? Jú. Skautum og við förum lótum fótinn og hoppum tilbaka. Nei, sorry. Það er lóta fótinn og hopp yfir. Lóta fótinn og hopp yfir. Það er að segja setja alltaf þyngdina á löppina og síðan sprengist fast og þið getið til hliðar. Lenda á löppinni, bara finna fyrir rassinum, lærunum og sprengist fast og þið getið. Hérna hoppa alltaf eins langt og þið getið. Síðan hoppið stutt, langt. Og þið ætla ekki að vera upprétt þetta, það halli ykkur smá fram eins og svona séu á línuskautum.
Ok. Þá lendi þetta líka. Ok. Ég skil þig. Hægri fóturinn ykkar, Baltasar Ísar. Sprettskólinn fyrir vel. Setja hægri fótinn fyrir framann. Þannig að ekki báðum. Já, þú tekur ekki báðar. Einmitt. Þetta er næst. Síðan er pulsuvagnum Elmari. Eru krakkar, hvort vil ég taka spretti eða langhlaup? Alveg saman. Spretti. Höfum að taka spretti, strákar. Við mínum svitaði sko. Það heldur langhlaupi sé ekki góða vali. Ég held sem allir kúkt í löpunum, sko. Það er ekkert eitthvað Í sammála að segja eitthvað, ég er kúkt, þú ert kúkt. Ég er mittur ekki sýstir. Ætlar að subscriba til my YouTube channel. Hvað er mikið subscribers? Hver ég er ekki með marga. Bara jafn mikið á Mr. Beast. Spretta. 200 metrar. Já, og röltum bara hérna. Ætlar að byrja hana? Ok, let's go. Komið krakkar, Haukur og Dalrós komið. Let's go, baby. Eða ekki? Hvað ætlar að taka marga 200? 3. 3. Nice, ok. Það er á. Sprettum við ekki hess átt? Stopp. 2, 1, go! Ready, set, go! Haukum inn! Það er fyrsti spretturinn og eftir maður búið með öll hoppin Flottur Helgi. þá maður strax kúkt í löpunum Drullu gott. áður en maður byrjar að spretta og það eru hvað 3 sprettir held ég Það er eftir. drullu gott. 2 eftir. Stöndum vel. Já, taka 3, einmitt. Ready, set, go! Tveir spretti búnir og það er bara, ég veit ekki hvað ég á að segja, ég get ekki sagt neitt. En af öllum æfingum er þetta örugglega besta æfingin, mest effektiv. Að bara spretta eins rætt og þú getur. Elmar. Já, þetta þurfa að gera þetta líka. Þetta er búið sko. Létt æfing, þótt að þeim fannst ekkert létt. Bara aðeins að byrja að hoppa aftur, aðeins að byrja að spretta aftur, sjá hvernig forman er í, síðan auðvitað breytum við svo tvíkum þetta aðeins til. Svo við gerum kannski aðeins svo mikið voljúm áður við tókum sprettin og svona, þannig að við breytum því. En já, bara létt æfing. Litlu krakkarnir fengu að ráða hvort við tókum spretti eða langhlaup. Jónatan tók langhlaup og hann var að klára núna, 4 kilometra. Bara gott veður, næs á úti, gott að gera íþróttalegar hreyfingar. Þetta er bara svona athletic shit. Og síðan munum við örugglega byggja eins upp voljúmið. Kannski fyrstu, hvað er þetta, 12 vikur, fyrstu 6 vikuna byggja upp voljúmið og síðan tröppum við það niður og tökum meira intensity því nær sem líður á bardaganum. Og síðan viku fyrir bardagan, þá köttum við bara át allt. Cirka bát svoleiðis sko. Já. Þetta er skemmtilegasti, mér finnst þetta persónulega skemmtilegasti tíminn á árinu og skemmtilegastu svona, við erum búin að gera þetta nú 3-4 ári röð sko. Já. Þetta er alveg góða minningar sem hafa komið hérna sko. Ég hef alltaf verið að mæta með hann Elmar hérna litla og ég hef líka verið að mæta með hann Dalrós. Ég hef eitthvað gömul myndbönd að þeim verið að hlaupa hérna á völlunum og eitthvað. Þetta er drullu skemmtilegu tími sko. Náttúrulega Elmar, hann byrjaði að æfa með okkur, þegar hann var svona lítill, fyrir hvað, 3 árum eða eitthvað. 4 árum, já. Þá náttúrulega gat hann ekki neitt sko. Nei. En núna er hann bara farin að berja bara fullorðna menn sko. Hann er bara farin Íslandsmeistari. Hann er farin að tjóka þá, hann er farin að taka þeim hendina, ég veit ekki hvað og hvað þessi menn gera í þessu jiu-jitsu sko. En
Mér finnst þessar æfingar, þessi hopp, sprettirnir hjálpa mest með bara allt saman. Bara sko að líða vel einhvern veginn í líkamannum og hafa þetta traust að þú sko getur, hvernig segir maður á íslensku, ég veit ekki, generata þetta power. Þú veist, búið til kraft sko. Hoppa hátt, sprett hratt. Þú veist, menn eru alltaf að spá í því hvernig að vera hraðari og kraft meiri. Það bara sprettu bara eins hratt og þú getur og hoppa eins hátt og þú getur sko. Basic. Frekar einfalt sko. Basic. Já. Hvað er klukkan? New bedroom, new sheets, new linen. New wardrobe, new crib, I'm grinning. They like Rex, bro, how you feeling? Came out ends, I don't feel like chilling. New recce, tell the DJ spin it. In my bitch so bad, she a villain.